ætli ég bara kynni þetta ekki. Góðan daginn, gaman að sjá ykkur svona mörg hérna. Ég heiti Urður María og er að kenna við Verkmenntaskólann á Akureyri og ég ætla að halda þessa kynningu í gegnum forrit sem kallast Nearpod og sum ykkar þekkja kannski ennur ekki, en það er síða á netinu sem heitir Nearpod og ég ætla að biðja ykkur að fara inn á hana join.nearpod.com og skrá inn þennan kóða U82KQ. Hann er líka hérna á töflunni fyrir aftan mig. Ég mun ekki deila skjánum með ykkur heldur. Í rauninni ætti þið að fá upp þessa fyrstu glæru með titlinum Geðrækt virkni verkefnaskil. Og sé hérna, þetta er alveg, þeir eru hrúast inn, hérna er komin 20, ég nefnilega, þetta er svo skemmtilegt forrit að ég sé ykkur skráðinn, þið þurfið bara að skrá inn nafn, það er ekkert að downloada, ekkert að sækja nema að þeir eru síma, þá getur þurft að sækja forritið, en á venjulegum tölvum þá er ekkert nema að skrá inn nafn og ég sé svo listan yfir nöfnin sem skráin, þannig að þegar ég nota þetta í kennslu hjá mér, þá bið ég að nota nöfnin sín eða þá einhver gælunöfn eða einhver nöfn sem að viðkomandi hefur allavega í samráði við mig, svo ég veit hver er hvað, vegna þess að ég get svo flett upp í niðurstöðunum úr þessu forriti eftir að kennslu sem lýkur og get þannig séð í rauninni hvernig ykkur gekk og hvort þið raunlega tóku þátt. Þannig að ég sé til dæmis ef einhver fer út úr Nearpod glugganum sínum og fer að skoða eitthvað annað, inn á Facebook eða Instagram eða eitthvað, þá sé ég að það birtist svona rauður punktur, bara já, halló, einhver er ekki með, fylgjast með. En ég vil ekki bara byrja þetta. Þið getið, þeir sem koma seinna inn eða dettið út eða eitthvað, þá er kóðinn alltaf inni og þið dettið bara inn í kynninguna þar sem ég er komin. Og bara til að byrja þetta, þá heiti ég Urður, eins og ég nefndi áðan. Ég er kennari á starfsbraut við VFMA, en kenni líka félags- og hugvísindabraut, eða aðalega kennt sálfræði. Og það er líka minn grunnur í námi. Og ég hef svona sérstaklega mikinn áhuga á alls konar geðrækt og jákvæðri sálfræði og hvernig við getum elt alla þessa jákvæðu þætti sem við höfum og auki við þá til þess að láta okkur líða betur og komist í rauninni í gegnum lífina og kannski svona jákvæðri hátt. Og ég tók í rauninni tók saman alls konar sögur og alls konar dæmi sem að kennarar mínir, samkennarar í Verkmenntaskólanum hafa verið að nýta sér, ýmsar tæknilausnir og ýmsar í rauninni bara lausnir sem þau eru að hugsa út fyrir kassan, sem hafa nýtt sér í verkefnaskilum, verkefnayfirferð og tengslum við nemendur núna á tímum skólalökunar. En allir framhaldsskólar á landinu lokuðu í vor og við í rauninni bara, það varð algjör umturn á skólastarfinu á einni helgi. Við fengum bara að vita það rétt fyrir hádegi að enginn myndi mæta í skólan á mánudegi, allavega fram að páskum, þetta var rétt fyrir páska og þá þurftum við í rauninni bara að díla við það að allir eru komnir í fjarnám. Og auðvitað er það þannig að þetta form hentar ekki öllum. Það hentar sumum ægilega vel eða öðrum ekki. Og það urðu rosalega miklar áherslubreytingar. Og þar sem við erum verkmenntaskóla, kennum mjög mikið af alls konar starfs- og verktengdum greinum, þá reyndist þetta ennþá í rauninni flóknara, þar sem ekki er hægt að búast við að fólk hafi heilt trésmíða verkstæði, vélsmiðju eða annað heima hjá sér. Þannig að margir kennarar fóru í það að reyna átta sig á því hvað væri hægt að gera. Og ekki síst vegna þess að við
vorum líka eins og bara flestallir aðrir kennarar, okkur var mjög umhugsað nemendur okkar og margir áttu erfitt og eiga ennþá erfitt og fóta sig illa í þessum breyttu aðstæðum. Og okkur fannst mörgum hverjum að það væri auknar kröfur á kennara að vera eins konar einstaklingunum sem hjálpar þeim ekki síst andlega og hvað var að geðheilsu og bara koma halda áfram, halda upp í virkni. En við erum ekki sálfræðingar, við erum ekki sérfræðingar geðrækt, en við hefum þurft svolítið að setja okkur í þetta verkefni á okkar herða, bara í rauninni eins og hefur alltaf verið svona hluti af kennarastarfinu að vera til staðar fyrir nemendur, en ekki síst núna. Og við höfum sem sagt farið í ýmsar leiðir til þess að hjálpa nemendum okkar að komast í gegnum þetta. Og mér langar að byrja núna að spyrja ykkur, nú ætti að hafa komið upp gluggi hjá ykkur, kallað Þangahríð. Og ég ætla að spyrja ykkur, hvað getur við sem kennarar gert til að hjálpa nemendum okkar að komast í gegnum erfið tímabil í lífinu? Það getur verið COVID, getur líka verið annað. Við vitum að það alltaf að koma upp alls konar erfiðleikar hjá nemendum okkar. En það eru líka bara fólk, eins og aðrir. Og nú sjáum við hér að birtast ýmislegt, vera til staðar, tala, hlusta, gefa tíma. Hérna jákvæð bjargráð, þetta eru allt frábærir punktar sem eru til staðar og endilega það koma enn fleiri. Einmitt, við erum að fara yfir allt þetta sem að í rauninni við erum að gera oft á hverjum degi, jafnvel í hverri kennslustund, að velta fyrir okkur með nemendum, eitthvað sem ekki skrifað inn í námskrána, ekki skrifað inn í kennsluáætlanir, en alveg lykilhluti af okkar starfi. Og það bara dælist inn, þetta mjög flott, ég sýna áhuga og kenna slökum, sinna hlýju og þetta einmitt það sem að margir kennarar voru velta fyrir sig. Hvernig get ég gert þetta í fjarnámi? Hvernig get ég gert þetta þegar ég hitti ekki nemendur? Tilgangur með þessari kynningu er rauninni bara að skoða hvað getum við gert og hvernig getum við haft jákvæð áhrif. Og ég ætla að kynna fyrir ykkur nokkrar lausnir sem nemendur samkennarar mínir hafa verið að nota og í rauninni langaði mig svolítið líka bara að sýna að við erum að gera útflag marga og fjölbreytta hluti hvert fyrir sig, kannski út í horni hvert fyrir sig, að við hittum ekkert mjög mikið og ég vissum að í öllum ykkar skólum hellingur í gangi sem ótrúlega gaman að í rauninni bara safna saman og átt að segja á því, já, við erum bara að gera svolítið flotta hluti. Af því að það skiptir ekki síst máli að halda uppi virkni nemenda, geta tjekkað í bóks, klára verkefni. Og þá ekkert endilega að klára einhver risastór ritunarverkefni, risastór ritgerðir eða ótrúlega mikið að dæmi í starffræði. Heldur stundum skiptir bara máli að hafa lokið einhverju. Vita að í dag kláraði ég verkefni. Og eins og ég sagði áður, við erum fjölbreyttur skóli, ótrúlega fjölbreytt námsval og fjölbreyttar lausnir, en það komum við úr öllum áttum. Og hér á eftir ætla ég að fara í nokkrar af þessum sögum sem ég hef tekið saman. Og þessi hugmynd kviknaði þegar kennarinn á Málm, Grunddeild Málm, sýndi okkur niðurstöður úr verkefni sem hann setti fyrir. Einn af fyrst þegar allir voru á haus og hann gat ekki settu fyrir hefðbundin verkefni enda enginn með vélsmiði inni á sér. Þannig að hann setti bakstursverkefni. Hann setti fram verkefni þar sem allir þurftu að fylgja leiðbeiningum, fylgja kennslumyndbandi og senda niðurstöðurnar sínar í einhvers konar myndaformi þar sem fólk tók myndir af öllu ferlinu og skilaði svo inn.
og þrátt fyrir að það hafi ekki verið einhvers konar málmsuðu eða einhvers konar svoleiðisverkefni, þá voru nemendur samt að fara í gegnum ákveðið mikilvægt ferli, en niðurstaðan var skemmtileg og fjölbreytt og ég fekk leyfi frá honum til að deila með okkur nokkrum af myndum sem hann safnaði saman, þar sem að nemendur hefur póstað af því þegar þeir bugguðu skínkorn og skúfuköku. Fleiri deildir voru með alls konar verkefni, til dæmis kom upp skemmtileg verkefni inn á matvælabraut. Við erum að kenna matvælabraut, sem bæði grunddeild í ferða- og matvæla, ferðagreinum og matvælabraut, og þar var stofnuð Facebook-síða, þar sem að nemendur deildu mig gjarnan verkefnum sínum þar inn. Nú notuðu mikið samfélagsmiðla til þess að deila verkefnum. Og þar á meðal hans áttu að koma hugmyndir að hvað hægt að gera við rafrænu ferðaávísunina. Og ég vil skipuleggja heilan dag með það í huga að vera inn í þessum 5.000 krónum sem að stjórnvöld gáfu öllum yfir 18 ára aldri hérna í vor. Þar kom upp ótrúlega margar skemmtilegar hugmyndir. Og kannski eitthvað sem að nemendur og tóku þátt í hjálpvel. Matvælabrautin er búin að vera mjög dugleg líka í að nota samfélagsmiðla til þess að fá fólk til þess að deila með sér verkefnunum. Þannig að það er ekkert endilega allt skriflegt, heldur líka verkefni eins og að dekka upp páskaborði heima hjá sér, deila einhvers konar þakklætisdagbókum eða deila verkefnum. Og það er ekki bara hægt að gera áþreifanlegt eins og með að dekka upp borð, heldur unnu margir kennarar líka með einhvers konar lífsleikni dagbækur og fengu nemendur sem að segja frá, er eitthvað sem þú gerðir fyrir sjálfan í dag, er eitthvað sem að átti sér stað í dag sem vakti mig á mig gleði og hvernig hreyfi ég mig í dag. Segja frá því að við höfum öll verið að reyna að vinna að einhvers konar bara geðrækt í daglegu lífi og segja frá því og vera þannig hvatning til þess að fólk sé að taka þátt í þessu. Eitt af því sem að kennarar á íþrótta- og lýðheilsubraut gerðu vegna þess og í rauninni með öllum nemendum og ekki síst nýnemum var að allir nemendur þurftu að halda einhvers konar heilsu dagbækur og fyllinni skjal eigin hreyfingu og kennarar vissu alveg að það væri einhverju sem að hefðu náttúrulega sjálfsögðu skrifa kannski inn þátt að hafa ekki gert, en yfir það heila gekk þetta æðist bara ótrúlega vel og nemendur voru mjög gjörn að senda inn myndir, skjáskot úr öppum sem voru að fylgja eftir hversu langt þau höfðu hlaupið, hjólað og fleira og sögðu íþróttakennararnir að margir hafi gert í rauninni mun meira heldur en krafa var gerð og nýttu sér þetta skjal til þess að skrásetja og halda sér vefnið og halda áfram hreyfingu, jafnvel á hverjum degi, allan tíman sem skólinn var lokaður. Og fengu nokkrir kennarar líka sögur frá nemendum sem höfðu alltaf hatað að vera í íþróttum, höfðu aldrei verið sáttir að vera í íþróttum, alltaf skyldaðir til þess, en höfðu tekið sér á í þessu ástandi og jafnvel útvegað sér ýmis tæki og tól til þess að hreyfa sig heima og komist í rauninni í sátt við íþróttirnar, skólaíþróttan sem hefðu kannski verið stór í rauninni þröskuldur áður. Þannig að margir íþróttakennararnir hér voru mjög ánægðir með þessa leið sem þau fóru. Þeir voru ekki líka í að skrásetja niður bara einhverja hreyfingu, heldur sendu nemendur oft í einhvers konar útivist og þessi vinna ennþá í gangi og til dæmis fengu nemendur daginn það verkefni að labba upp á Fálkafell, taka myndir af sér á toppnum og senda kennara, þau staðfestu hvað þau löbbuðu upp. Og margir tóku jafnvel fjölskyldumeðlimi með, þannig að þetta varð úr einhvers konar bara bæði svona fjölskyldu skemmtun og hreyfing sem að fólk gerði í samneyti við aðra, þrátt fyrir að mega ekki mæta í skólan og vera kannski í hóp með öðrum. En þetta var mjög skemmtilegt hjá þeim. Við fundum líka ýmsar leiðir til þess að kynna
þessu svokölluðu lokaverkefni sem allir nemendur, eða nánast allir nemendur í verkmenntaskólanum taka eða gera á lokaárinu sínu í skólanum, bæði á verknámsbrautum og bóknámsbrautum. Og venjulega haldin hérna lokaverkefnisdagur þar sem við erum að reyna að hafa þetta svolítið svona góða stemmingu, það er boðið upp á veitingar, fólk kynnir verkefni sín, en í þessu skólalokun þá þurftum við að finna aðra lausnir. Og vélstjórarnir tóku það til sína, tóku það upp að setja upp bara upptökustúdíó og vörpuðu kynningunum sínum beint inn á YouTube og hafa þær kynningar verið skoðar alveg hátt í 200 sinnum hver, sem er mjög áhugavert og þetta er ennþá opið fyrir áhugasama til að kíkja. Þetta flettur myndasafn Verkmenntaskólann á Akureyri til að sjá. Og eins voru kynningar á lokaverkum nemenda á bóknámsbrautum. Þær fara venjulega fram sem eins konar málstofur, þar sem nemendum er skipt niður eftir svona þemum og í ár var það þannig að við fórum bara með þetta rafrænt á Google Meet, þar sem allir nemendur í rauninu klæddu sig í sitt fínasta pús, mættu þarna með bindi og kynntu fyrir kennurum og það sem að kallast faggreina kennurum, þeir sem að voru með þá í umsjón í þessu verkefni. Og þetta gekk allt ótrúlega vel upp og var mjög mikil ánægja, en það kannski svolítið gaman að fá að eiga þennan dag þrátt fyrir að geta ekki mætt í skólan. Svo langaði mig líka að nefna að sjálfsögðu var brautskráningarhátíðin okkar ótrúlega ólík því sem var og lögðu stjórnendur að kenna sig lögðu sig fram til þess að búa til eftirminnilegt og gott í rauninni kveðju myndband til nemendana og mæli klárlega með því að kíkja það. Þetta er ennþá til á YouTube, klukkutíma langt þar sem allir þessir sviðsstjórar og skólameistarar og aðstoðarskólameistari settu sig í rauninni í spor allra nemendana, fóru og lásu upp útskrifta nemendur frá þeirri braut sem að þeir voru að útskrifast, hvort sem það var inn á bifvélaverkstæði eða upp á listnámsbraut. Þannig að það var ótrúlega skemmtilegt og gerðu þetta í rauninni sem svolítið svona pepp fyrir nemendur og voru mjög margir bæði nemendur, kennarar og fólk alls staðar á bænum ótrúlega ánægð með þetta framlag. Því að það er ótrúlega mikilvægt að gefa þeim hvatningu, eins og þið nefnduð áðan, að pepp og hvatning er ótrúlega mikilvægt og kennarar voru almennt ótrúlega duglegir að senda nemendur sínum falleg orð, byrja senda þeim sem hluti af Facebook-færslunum, því það nokkur hafa verið með svona Facebook-hópa fyrir nemendur, en eins líka bara falleg orð til þeirra að minna á að hreyfa sig eða fara út og fá sér ferskt loft og fleira. Því að það er nefnilega þannig að við erum að reyna að sýna eins konar umhyggju í verki. Við erum ótrúlega mögnuð og flott starfstétt og við erum svolítið sérhæfð því að vera lausnamiðuð og að geta náð og tengt við nemendur. Þrátt fyrir að vera ekki sérfróðum kannski einhvers konar sálfræði eða sérfræðing eða geðrækt og geðheilsu. Þannig en við getum gert ótrúlega margt til þess einmitt að bara ná til þeirra og hlusta á þau og virða þau og gefa þeim svolítið hvatningu til þess að halda áfram vegna þess að þetta voru ótrúlega erfiðar aðstæður fyrir mjög marga. Og í lokin þá ætla ég að sýna ykkur eitt verkefni sem ég bjó til ásamt Kristjánu samkennara mínum. Við vorum að kenna sálfræði á starfsbraut og unnum svolítið með geðheilsu og í rauninni bara efla þeirra líðan og tékka á þeim svona reglulega í stað þess að fara með einhverja massífa innlögnum verkefni og við settum þetta verkefni saman sem ég langar svolítið að leyfa ykkur að prófa, er ég að renna út á tíma kannski, að leyfa ykkur að prófa stuttlega. Ég er náttúrulega með ykkur svolítið svona í live kynningu núna, þannig að ég stjórna svolítið tímanum sem þið fáið í hverja spurningu, en venjulega myndum við láta nemendur hafa tíma til þess að klára hvert og eitt af
Vegna þess að inn í þessu eru verkefni sem að þau þurfa að fara í rauninu frá tölvunni, gera eitthvað og koma tilbaka. En ég ætla svona að sýna ykkur þetta verkefni sem við kallum 5 leiðir að velja og unnið upp úr efni sem að fengið frá landlækni. Og einmitt linkurinn hérna. Landlæknir hefur verið að setja inn alls konar efni sem meðal annars tengist líð og geðheilsu og við unnum svolítið með. Og þetta unnið upp úr ýmsum rannsóknum og hópi rannsókna sem að Bretar fóru yfir hóp rannsókna og fundu út eins konar 5 aðal leiðir sem leiða til aukningar á vellíðan og hamingju fólks. Og við ætlum að reyna að gera verkefni sem tengjast öllum þessum 5 þáttum. Við ætlum bara að dempa okkur í þetta. Í þessu verkefni þá settum við inn einhvers svona texta smá í byrjun sem fjalla bara hvað til dæmis mikilvægt að rækta samskipti, hvað mikilvægt að rækta tengslin heima í okkur sem og í skólanum og nánast umhverfi. Og í kjölfarið fengu þau spurninguna, sendu skilaboð á eina manneskju sem þið þykir væntum eða vera gaman í kringum. Spurðu hvernig þeim líður. Findu svo lag sem minnir þig á þessa mannesku og settu linkin hér fyrir neðan. Og segðu svo af hverju lagið minnir þig á viðkomandi. Þannig að ég ætla að biðja ykkur núna, án þess að þurfa að fara kannski að fara til einhvers annars og segja hvað ykkur finnst viðkomandi. Hugsið eitthvað lag. Finnið eitthvað lag sem ykkur minnir á ykkur á einhvern sem að ykkur þykir væntum. Og skrifið nafnið á laginu hérna í svar. Hérna í hillunni, einni þáttáðsum. Hér sé ég hvort að nemendur eru að taka þátt. Og nefnið eitthvað lag hérna inni, bara í fljótu bragði. Það submit, sjáum svo hvernig. Ég strax fann að sjá ótrúlega mikið skemmtilegum svörum. Ég sé nefnilega svörin ykkar, þegar þið sjáu bara ykkar eigin svar. Finna eitthvað lag sem... En þetta getur verið ótrúlega skemmtileg leið þetta forrit til þess að í rauninni fá fram viðbrögð frá hverjum einum nemanda í gegnum fjarfundi eins og þetta, vegna þess að stundum erfitt að taka af mjút og segja eitthvað. Ég sé allt sem hún deilum með öðrum, ég veit ekki hvað ég segi það. En við ætlum ekki að fara lengra í þetta hérna af því að við ætlum að fara í næstu spurningu. Næsti atriði sem skiptir máli að hreyfa sig. Það er eitthvað sem þið nefndu líka áðan, að það er mikilvægt að hreyfa sig fyrir sig, njóta þess að vera úti. Njóta þess að vera í hreyfingu sem að þér þykir skemmtileg. Og næsta verkefni hjá þeim var að svara hvaða hreyfingu stundur venjulega og hvaða hreyfingu finnst þið skemmtilegt að gera. Og þarna skiptir máli að það vera að meina hreyfing en ekki einhver íþrótt, vegna þess að við verðum líka að hvetja til bara svona almennur hreyfingar. Ekki bara að stunda einhverja skipulega íþróttastarfsemi og ekki síst þurftum við að velta því fyrir okkur í vor, hvernig getum við hreyft okkur án þess að vera í ræktinni, án þess að mæta íþróttaæfingar. Er eitthvað sem er skemmtilegt? Finnst okkur ógeðslega gaman að dansa? Ef við kannski setja bara tónlistin í botn og dansa í 15 mínútur? Eða getum við fara út og moka snjó? Ég veit að þið voru ekki bara búin, en ég ætla bara að halda áfram með þetta því að við takmarkaðum tíma. En eitt af þessi skiptir máli líka er að taka eftir. Taka eftir yfir óvenjulega. Vera forvitin, vera vakandi fyrir veröldinni í kringum þig. Þannig fyrir við inn á svolítið svona núvitundar, þá sem þekkja núvitund, að vera sjá og heyra og vera að taka eftir því sem er að gerast hér og nú. Þarna settum við upp æfingu þar sem við báðum þeim að loka augunum og hlusta og nefna öll hljóð sem þið heyrir í kringum þig. Vegna þess að það er ótrúlega margt í gangi í kringum okkur sem við bara kannski erum ekki að velta fyrir okkur. Heyrum við í íþróttavélinni? Heyrum við í bílhljóðum fyrir utan? Heyrum við í manneskjunni næsta herbergi? Eða heyrum við í ísskápnum?
ótrúlega margt sem við heyrum í. Svo það annað, við viljum líka geta prófað eitthvað nýtt og það mjög mikilvægt að setja sér markmið og prófa eitthvað nýtt. Ekkert eitthvað stórvægilegt, það getur verið að prófa nýja tónlist, það getur verið að bara gera hvað sem er eitthvað nýtt. Þá báðum við nemendur að segja okkur frá einhverju sem hefur alltaf langað til að læra eða kunna. Er ég ekki farið löngu yfir tímanum? Ég ætlaði nú að vera. Það eru fleiri spurningar í þessu og ég ætla ekki að fara yfir fleiri spurningar, heldur var þetta rauninni bara til að sýna ykkur að það er hægt að fara í ýmsa í geðrækt bara með svona einföldu verkefni eins og bara spurja út í, segðu mér frá því einhverju sem þið alltaf langar til að læra eða kunna og vonandi hvatti kannski til þess að prófa það. En ef ég skil rétt þá ætti að vera komin tími til þess að fara aftur í menntabúðirnar, ef ég man það rétt, og byrja í næstu, í lok menntabúðina inn á sama link og við byrjum. Þannig ég ætla bara að þakka ykkur fyrir að hlusta. Ég ætla ekki að tala svona mikið, en það gerist. Og endilega, ef þið hafið áhuga á þessum málum, endilega hafið samband og ég er alltaf til í að bara eiga spjall það hvernig við getum elt geðheilsu hjá nemendum okkar og svona komið til móts við þau. Ég segi bara takk fyrir mig og sjáumst hinum megin á lok menntabúðanna.